Góða kvöldið, Gretar Mar heiti ég og við erum mættir hérna í sjávarútvegsspjall en þetta nú kannski dálítið öðruvísi sjávarútvegsspjall heldur en oft áður því gestur minn í dag, ég veit ekki hvort hann hafi eitthvað verið til sjós einhvern tímann á lífsleiðinni en hann einn fremsti Íslendingur og þekkir betur skattkerfi heldur en flestir Íslendingar. Leyfi ég mér að fullyrða, hann heitir Indriði H. Þorláksson og fyrrverandi ríkisskattstjóri. Er ekki að fara rétt með Indriði? Jú. En það sem að mig langar til að ræða við þig, kannski sérstaklega, það hvernig við erum að meðhöndla og raunverulega ekki að meðhöndla þegar við erum að flytja út fiskafurðir á einhverju X-verði. Það hafa verið umræður på síkastið makrílverð og verð á síld og kolmuna og öðrum tegundum og við erum að fá inn í okkar samfélag í sumum tilfellum jafnvel helmingi lægra verð eða 1/3 af verðinu inn í Íslands þjóðfélag og það eru notuð ýmsar aðferðir við að gera þetta. Fyrirtæki að selja sjálfum sér aflann til dótturfyrirtækja erlendis, jafnvel fleiri en eitt dótturfyrirtæki. Og hvað hægt að gera til að laga þetta? Já, það nú trúlega ekkert einfalt svar við þeirri spurningu, en þetta svona angi af vandamáli sem að skattar í flestum löndum, skattyfirvöld í flestum löndum hafa verið að glíma við og ríkisstjórnir núna áratugum saman, allavega frá svona 1990 sem að mikil vinna hófst í þessu hjá OECD. Og að þessu leyti sjálfur sér fisksala ekkert sérstök. Þetta gildir viðskipti yfirleitt á milli tengdar aðila þar sem að annar af þessum tengdu aðilum innan lands í einhverju landi en síðan nátengdur aðili, eigandi, dótturfélag eitthvað sem í öðru landi. Og þá náttúrulega opnast leið fyrir þessum að svona vildar viðskipti. Já. Og það reyndar í skattalögum kveðið á svona með ýmsum hætti eftir löndum armslengdarreglu, þar að segja að það eigi að miða við þegar að skattur gerðin upp og þá eigi miðað við svona verð á milli óskyldra aðila. Hins vegar afskaplega erfitt á stundum að finna það verð eða ákveða það. En þessi aðferð við að flytja hagnað úr einu landi í annað, það svona margar útgáfur af henni, við sjáum þetta í okkar hagkerfi mjög greinilega þar sem að álfyrirtækin þau hafa flutt allan hagnað úr landi þannig að tekjuskattur hefur ekki verið greiddur hér sem neinu nemur og þetta virðist vera að aukast eða menn að færa þessu på skaftið. Við verðum að sjá núna að orkufyrirtæki hafa gert þetta sama. Mér sýnist að sama gildi gagnaverin og þau skili hér engum skatti og svo framvegis. Og þannig að spurningin hvað hægt að gera við þessu og svarið að það ýmislegt hægt að gera en það engin töfralausn. Nei, en vilji til þess? Já, það sem að fyrst og fremst að menn séu tilbúnir að horfa á þetta, viðurkenna þetta ástand, kanna tæki eru til staðar, hvað þarf að gera. Það hefur verið í ýmsum löndum eins og Evrópusambandið setti reglugerð
árið 2016 þar sem að eru tilgreindar og lagðar fram tillögur ýmsar ástafanir til þess að draga úr þessu. En vandinn í þessu, hann liggur sko í því að í viðskiptum í sjálfu sér þá ekkert ólöglegt við það að selja vöru á einu eða öðru verði. Það ekkert lögbrot að selja dótturfyrirtæki sínu vöru á lægra verði. Nei, en það kannski í sjávarútveginu þetta þannig flóknara að það verið að halda niðri fiskverði til skipa, eigin skipa og þar að leiðandi verið raunverulega að hafa útsvarstekjur af sveitafélögum. Í fyrsta lagi, mannskapurinn borgar lægri útsvar til sveitafélagana heldur en ella ef það væri borgað fullt verð. Já, fyrir fiskinn, sko. Það svona eiginlega hvað ég var að segja, önnur ella. Já, það að vísu það sko með hinn atriðin eins og myndist á, að þá hið opinbera að verða af tekjum, þó það sé ekki einstaklingarnir sem vinna, en í sjávarútveginum þessi sérstæða hér að nafninu til eru laun sjómanna tengd fiskverðinu. Já. Og sé það því haldið óeðlilega lágu þá kemur það náttúrulega fram. Í bæði tekjuskatti og útsvari. Já, það gerir það sko. Tekjuskatti til ríkisins og útsvari til sveitafélaga. Og síðan á hafnagjöldum og á öðrum sviðum. Já, þetta meinsemd sem að ekki að þetta neita, en eins og segir, það þarf að ef menn alltaf ná utan þetta, þá þurfa menn að grípa til ráðstafana sem ekki hefur verið hægt að beita hingað til og menn þurfa að breyta þá lögunum til þess. En í þessu kannski rétt að minnast á að hvað var þar hér hag ríkissjóðs, að þá var nýmæli í breytingum á veiðigjaldskröfunum sem samþykkt voru fyrir skömmu. Já. Þar sem að farið akkurat út á þá braut að nota markaðsverð. Reyna að leiðrétta gjöldin. Já, en þá að leiðrétta markaðsverði, en það náttúrulega bara í þessu sértæka tilviki þegar ræða álagningu veiðigjaldana, og það hefur í sjálf sér engin áhrif á launakjör sjómanna eða hvernig þau eru gerð, þannig að sú leiðrétting, hún næst ekki með auðlindagjöldunum, það þarf meira til. Nei, þar tekjuskatturinn og útsvarið og það allt fyrir utan. Sko, það að vísu svo að í skattalögunum svona almennt ákvæði og heimild til skattyfirvalda til þess að víkja til hliðar gjörningum hvað útreikning á skattum varðar þegar að viðskipti milli tengda aðila víkja frá svona armslengdar prinsipum. En það afskaplega erfitt í framkvæmd vegna sem þurfa í raun og veru að sýna það og sanna í hverju einstöku tilviki að eitthvað tiltekið annað verði sé rétta verð. Eðlilega verð. Já, og þegar ræða vöru eins og fisk eða ferskan fisk, sérstaklega þá afskaplega erfitt og menn hafa upplifað það að þá talað að verðmismunur stafi að mismunandi gæðum og svo framvegis og það ósköp. Sem og það gerir. Já, en það mjög erfitt mörgum árum seinna að sanna það. Þessi mál taka langan tíma í vinnslu að sanna það að hver gæði fisksins voru fyrir 2, 3, 4 árum. Já, og þegar hann komin jafnvel ofan í maga og út úr honum. Já. Þannig að það eins og segir, það engin einföld leið á þessu. En við náttúrulega munum bara að 30-40 ára aftur í tíman þegar var talað hækkun í hafi sem var hjá álverunum. Já, það er líka sko, þannig þetta ekkert bundið við fiskveiðar. En það sem vantar kannski fyrst og fremst hvað við segja, að
stjórnmálamenn og stjórnvöld að þau viðurkenni þetta vandamál og horfi á það opnum augum og leiti leiða til þess að leysa það að einhverju marki. Það er ekkert víst að það sé hægt að fullu. Nei. En það er alveg klárt að það hefur ekkert verið gert í þessu málum hér lengi vel og menn hafa hort. Nú varst þú tíma í fjármálaráðuneytinu. Já. Og þá voru þið með einhverjar hugmyndir hvernig væri hægt að laga þetta. Við vorum kannski ekki með fastmótar hugmyndir hvernig átt að taka á þessu vandamál út af fyrir sig. Nei, ekki sjávarútveginum. Nei, en það sem var gert þá þegar að lögin þessi svo kallaða CFC-löggjöf, það segja skattskil á fyrirtækjum sem voru í eigu Íslendinga en voru skráð erlendis, að sú löggjöf hún var tekin upp og það sýndi sig að strax góður árangur af því. En hana mætti endurbæta og það er ýmislegt annað sem að kemur líka til álita, eins og sagði í þessu regluverki frá Evrópusambandinu. Þá er til dæmis að taka ákvæðum að takmarka vaxtagreiðslur úr landi því að hluti af þessari tekjutilfærslu hann fer með því að fyrirtæki... Þú borgar himinháa vexti af skuld sem þú skuldar móðurfyrirtækinu. Já, og það er í raun og veru bara nánast bókfærslugjörningur að búa til svona skuld á milli dóttur og móðurfélags, en síðan er greiddir himinháir vextir úr landi og þar með er skattstofnin rýrður. Og eina af þessum tillögum sem að Evrópusambandið lagði fram fyrir sína aðildafélög var að setja reglur sem að takmörkuðu greiðslur á vöxtum í svona tilvikum. Annað atriði var það sem við þekkjum líka er að eignir eru fluttar á milli félaga. Eign sem er kannski byggð upp hér á landi, hún er síðan færð á undirverði til móðurfélagsins. Dótturfyrirtækis eða móðurfélags erlendis. Já, og ein af tillögum sem að Evrópusambandið var þessu var að beita svona útgöngu skatti, svokölluðum exit skatti, á mismunin á markaðsverðinu og hér bókfærðaverðinu, sko. Já. Og síðan sem var líka mjög athyglisvert fyrir okkur vegna þess að í okkar skattalöggi er þetta ákvæði markaðsverð, armslengdar verðlagningu, er afskaplega veikt og flókið að beita því. Þannig að í þessu reglum ESB þar er gengið lengra og gerð tillaga virkara ákvæði að þessu leyti sem að ætti að auðvelda svona skattasniðgöngur með þessum hætti. En sko, við náttúrulega búum við það að nú hafa sjávarútvegsfyrirtæki á Íslandi, sérstaklega þessi stærstu fyrirtæki, 10-20 stærstu fyrirtækin, hafa verið að fjárfesta mikið innanlands í óskyldum rekstri. Annars konar rekstri heldur en útgerð og fiskvinnslu og þar að leiðandi borga þeir ekki skatta út af eða tekjuskatti ríkisins af því að þeir eru að fjárfesta í öðrum fyrirtækjum. Já, sko... Er það ekki... Ef að þau fjárfest í öðrum fyrirtækjum og þá sjálfur sér fjárfestingin, hún er ekkert skattskyld heldur. Nei. En þegar að tekjurnar fara að myndast og þeir fá greiddan arð eða einhverja fjármagnstekjur frá þess vegna sölu hagnað á hlutum og svo framvegis, að þá er svo sérkennilegt í okkar löggjöf að eignarhaldsfélagið, þar sem móðurfélagið, útgerðarfélagið, er skattlaust af þessum tekjum. Já. Þannig að það... Þá borgar bara félagið sjálft skatt.
Já, félagið sjálft borgar þennan lámar skatt, 21% skatt, sko. Já. Og þegar að það búið að nýta sér afskriftir. En það ekki eitt vandamál í þessu? Þurfa ekki sveitafélögin að fá hlut af þessum fjármagnstekju skatti? Væri það ekki eðlilegt? Jú, sko, í raun og veru var hugsunin svo þegar að tekjuskattlögin voru endurskrifuð í lok 9. áratugarins og staðgreiðslukerfi tekið upp, að þá var það að tekjuskattstofnin, að hann var sjálfkrafa útsvarsstofn, þannig að það var sami stofn undir tekjum sveitafélaga og tekjum ríkisins. En með þeim breytingum sem gerðar 97 minnum við að verið, þegar að fjármagnstekjuskatturinn tekin upp, að þá klofið þarna á milli, þannig að þá fá sveitafélagin enga hlutdeild. Nei, það eru sveitafélög víða land þar sem að, já, kannski bara fjársterkustu og ríkustu menninir í sveitafélaginu eru bara að lifa af fjármagnstekjum. Já, já. Og þeir borga ekki raunverulega neitt til sveitafélagsins. Nei, það er ofrendar ekki bara að borga ekki neitt, að sumir eru þannig að þeir rekna sér það lág laun. Já, bara vinnukonu laun. Og þá borgar í raun og veru, ef þau eru undir skattleysismörkunum, að þá borgar ríkissjóður í raun og veru útsvarið til sveitafélagana. Þannig að þetta er mjög sérkennilegt kerfi. Já, en þarf ekki að stokka þetta allt saman upp í rauninni? Jú, þetta er eitt af þeim atriðum og reyndar svo merkilegt að þetta atriði, skattlagning á fjármagnstekjum eða útsvarsálagning á fjármagnstekjur, hefur verið svona nefnt í stefnu yfirlýsingum ríkisstjórnar núna síðustu allavega 8 árin, eitthvað þvílíkt. En aldrei neitt gerst. Það gerist aldrei neitt, það vefst fyrir mönnum að finna leið og var alveg svo að dreifing fjármagnsteknanna milli sveitafélaga afskaplega mismunandi. Já. Vegna þess að sum sveitafélag eru fínn en önnur og hafa meira af hátekju og fjármagnstekju fólki heldur en önnur. Já, bara ríku fólki. En við erum náttúrulega alltaf, ég vil borga sem minnst af sköttum, en ég vil að þú borgir hellingasköttum. Þetta er svona viðhorf okkar í landinu. Já, það kannski ekkert óeðlilegt viðhorf að menn vilji borga sem minnst en líka vilji fá sem mest frá öðrum. Jú. En það er kannski eitt sem að hefur verið svolítið út undan í svona umræðu þessi mál og það er svona hugtök eins og jafnræði og sanngirni því að það ætti að vera svona aðalsmerki, hvað maður segja, réttlátra og góðra skattlagningar eða hún ger ekki upp á milli þegnana, skattleggi menn eins. Jú, auðvitað eðlilegt að þeir sem eru tekjuháir borgi hlutfallslega meira af helling af peningum heldur en sá sem er við hungurmörk eða lifir ekki einu sinni af nema að vinna 2-3 vinnur eða meira. Já, og líka kannski ekki síður það að þeir sem hafa jafn háar tekjur að þeir borgi þá hið sama. En í dag er það ekki þannig vegna þess að það ræðst að því hvernig tekjurnar eru samansettar hvort að menn borga. Já, ef það er fjármagnstekjuskattur þá borgar bara 22% en ef það eru atvinnutekjur þá ertu í 38 til 46. Já, og í raun og veru meira vegna þess að hér tryggingagjaldið í raun og veru skattur á launatekjur. Já. Þannig að mismunurinn á milli
fjármagnstekna og launatekna með tillit til hvað það skila eða borga í skatt ennþá meiri heldur en þú nefnir. Já, og svo ef við tölum nú lífeyrissjóðinn sem tekin af fólki líka. Já, það nú. Og sem kannski ekki skattur Nei, í merkingu, en þetta allt til að gera fólki erfiðara að brauðfæða sig, sem að á litlum eða lágum launum. Það og dregur úr til því þjónustu sem að samfélagið veitir þeim, sko. Já, og nú erum við alltaf í þessari baráttu að ná endum saman. Og þegar maður sér að sumir hafa möguleika á að losna við að borga skatta með ýmsum tryggsum, einhverjum götum í kerfinu. Þá og eins og ég að tala í sjávarútvegi þetta dálítið mikið af því að launin byggjast, menn upp á hlut af aflaverðmæti skipunum sem þeir eru á, og sveitarfélög, sjávarútvegs sveitarfélög sem eru með mikið af sjómunum innan sinna sveitarfélaga hafa náttúrulega gríðarlega hagsmuni af því að fá fullt útsvar og rétt fiskverð upp úr skipunum. Bæði varandi hafnagjöld, útsvarstekjur og bara hvað sem er. En ef þú spurðir svona hvað væri til ráða, að þá myndist ég þarna á þessar tilteknu breytingar sem að Evrópusambandið hefur verið að leggja til, en það ýmislegt fleira sem að líka svo sér íslenskt. Og það eins og þú nefndi varðandi eignarhaldsfélögin. Ég tel að það sé mikið nauðsyn að skoða skattlagningu eignarhaldsfélaga, því að það í raun og veru trúlega stæðsta skattasniðgöngu möguleiki sem hér á landið, þannig að þannig sem sagt stór hluti af atvinnurekstrartekjum sem að sætir engri skattlagningu eftir að fyrsta skrefinu, þar að segja skattlagningu hjá rekstrarfélaginu lokið. Og þetta eru tekjur sem að gagnast þessum eigandum með nákvæmlega sama hætti eins og launatekjurnar mér og þér, sko. Nú síðan eru tvö atriði sem ég myndi vilja nefna sem svona mál sem ætti að vera á dagskrá yfirvöldum, og það annað svona, getum kallað samræmd auðlindaskattlagning. Veiðigjaldin auðlindagjald, en þau ekki einu auðlindatekjurnar sem að þannig að mér finnst það vanti að hér sé sett sem sagt löggjöf sem að taki til allra svona auðlinda tengdra. Þá erum við að tala heitt vatn, kalt vatn, fiskveiðar, fiskeldi, rafmagnsframleiðslu og þess vegna vinnslu og sölu á jarðefnum, sem allt saman, þetta allt saman hluti af landinu, hluti af auðlindum landsins, að þarna eigi að vera til þess að sé gætt samræmis og til þess að afla, eða öllu heldur að færa þjóðinni réttlátan hlutdeild í sinni, þá eigi að vera þarna skattlagning á allar þessar auðlindir með sama hætti og miðast við að ná inn einhverju tiltekinni prósentu af auðlindaarðinum. Norðmenn hafa gengið svo langt að miða við 75-80%, sko. Af arðin? Af auðlindaarðinum, ekki af öllum hagnaði, heldur bara umfram hagnaðinum. Og þetta væri atriði sem myndi allavega að draga úr möguleikunum og menn notfærið sér alls konar tricks utan að sviðskiptin til þess að draga úr tekjunum. Úr greiðslum. Og hitt atriði sem ekkert síðra að það þarf að endurskoða svona skattframkvæmd og skattrannsóknir mjög mikið í ljósi þess að núna hefum við
langa reynslu af því, áratuga reynslu af því að erlend fyrirtæki eða íslensk fyrirtæki með erlendri tengingu, þeir skipuleggja skattasniðgöngu sem í sjálfum sér lögleg aðgerð, en engu að síður þá komast þeir hjá því að borga hér á landi skatta af þeim verðmætum og þeim tekjum sem raunverulega myndast hér á landi og sem almennt viðurkennt að þjóð á rétt á, sko. Og það sem ég með hugar þarna að það þurfi að stóra efla eftirlit og sérhæfa eftirlit með þessu. Það þurfi að vera hér, hvað maður segja, bæði stórfyrirtækja eftirlit sem þannig að skatturinn hafi mannafla sem að geti glímt við þessi stóru fyrirtæki. Ég meina, er það ekki og hefur það ekki verið lengst af að hver einasti maður sem hefur verið ráðinn til ríkisskattstjóra eða á skattstofur að það hefur marg borgað sig. Jú, þeir sem hafa verið í eftirliti en það sem gallinn hefur verið að var lengi vel sá að skatteftirliti var í höndum skattstofana út allt land og þær voru hreinlega ekki mannaðir í stakk búnar að sinna stórfyrirtækjunum eitthvað þess að það. En núna síðan 2010-11 hefur þetta verið sameinað þannig að það ættu að vera alla forsendir til þess að byggja upp að svo öflugt svona stórfyrirtæki eftirlit og eftirlit með sérstakri áherslu á utanlandsviðskipti. Því að þetta er sérstakt vandamál og það þarf sérstakka þekkingu ekki bara á innlendu heldur erlendu skattalöggjöf og alþjóðaskattalöggjöf sem að þyrfti að vera og þessi eining hún þyrfti að vera bæði vel mönnuð og fjármögnuð og hún þarf að vera sjálfstæð. Því miður það svo að hvað maður segja, spölurinn á milli pólitíska valdhafa og hagsmunaaðila er mjög stuttur og möguleikin á að stjórnvöld hvað maður segja, hafi áhrif á framkvæmd skattlagningar þeir eru fyrir hendi og það þarf að tryggja þess vegna að þessi eining sé sjálfstæð og geti gengið í þau afgreiðslu mál sem hún telur vera athugun að verð. Sko. Já, en á þetta ekki við á fleiri sviðum hjá samkeppnisstofnun og fleiri stofnanir sem að búa við þetta að eru fjársvelt? Jú, og eins og segir, sko, ég held að það sé engin vafi á því að útgerð svona einingar, hún margborgar sig, þar að segja myndi skila tekjum sem væru margveldar á við kostnaðina því að reka þetta. Og síðast atriði sem ég myndi vilja nefna líka er það að íslensk fyrirtæki sem eiga fyrirtæki í útlöndum að þau verði skyldu til þess að skrá þau séu skráð hjá fyrirtækjaskrá á Íslandi. Með sama að þau eru náttúrulega myndi ekki breyta því að þau veru þess vegna breski eða þýsku fyrirtæki. En bara skráin væri til staðar hérna og að þeim væri gert skylt að skila hingað ársreikningum og eftir atvikum að telja hér fram ef þau fullera skilunum einhverju skallum. Ég held að þetta myndi hafa þau áhrif að skattyfirvöld og aðrir hefðu mikið betri yfirsýn yfir það sem að væri raunverulega sem væri raunverulega frá degi til dags. Já, og þá lægi þetta fyrir bara í eins og upplýsingar íslensk fyrirtæki. Því að oft og tíðum þetta fyrirtæki sem að bara skráða nafninu til í erlendu og ef að fyrirtækin skúffu fyrirtæki erlendis stjórnað frá Íslandi. Ef að svona fyrirtæki því raunverulega stjórnað frá Íslandi þá það líka orðið skattskylt hér á landi. Þannig að
Þannig að það ýmislegt hægt að gera en eins og ég segi þetta eru til að flókin mál. laga þetta umhverfi. Já, en þetta er flókin mál þannig að það þarf að fara fram mikil vinna áður en að hægt að færa þessar breytingar og það slík vinna fer ekki af stað nema að stjórnvöld ákveði það og á meðan er mjög erfitt fyrir skattayfirvöld að grípa inn í Já, þú þurfum alltaf að hafa lögin sín megin. Já, og líka það að þessi, hvað maður segja, starfsemi í þessum hætti hjá þessum alþjóðafyrirtækjum er búin að viðgangast í áratugi og það er mjög erfitt fyrir skattin að fara og taka ný fyrirtæki og fara að segja að það gildir eitthvað annað ykkur heldur en hitt sem búið að vera og svo framvegis. Til margar ára. Þannig að þetta er held ég að mínum að þetta er fyrst og fremst pólitískt atriði, þar sé pólitísk ákvarðan. Verkefni sem að liggur á borðinu að þarf að gera. Já. Til þess að við fáum rétt verð og réttar skattekjur af því sem við erum að flytja úr landi. Já, það segir eða vísu sko er þetta spurningum rétt verð sko er svolítið Já, það er vitt. Alltaf fari vegna þess að það er ekki heimild til þess að ákveða verðin en mann geta ákveðið hvaða skattalegar afleiðingar það hefur. Já, það væri náttúrulega hægt að ákveða verði hérna bara með breyting á lögum innanlands það að allur fiskur yrði seldur á fiskmarkaði. Þá kæmi rétt verð frá degi til dags fyrir aflan upp úr sjó. Og þar að leiðandi væri búið að leysa helmingin af þessum vanda. En alveg var alveg að hluta til en síðan hvað maður segja, sölukeðjan sem er í gangi, hún er kannski flóknari það að það sé hægt að setja það á markað bara. En málið er að meðan að þeir borga kannski 40-50% lærra verð og upp í 100% stundum heldur en þeir eru að borga bara eins og makrillinn 300% hærra verð í Færeyjum heldur en á Íslandi og veitir úr sömu torfunni og þess áttar þá finnst manni að það hljóta að vera hægt að takast á við þetta vandamál með einhverjum hætti. Já, og það var sérst svo sem mjög sérkennilega hlutir eins og sala á makril til Panama en ekki sem enda svo í Úkraínu eitthvað. Já. En eins og segi þarna vantar í raun og veru ákvæði skyldu íslenska aðilana til þess að upplýsa sín ferlið og þá aðila sem koma þarna að menn er einhvern veginn fá með peningana til þess að koma í budduna. Já. En geta skilið eftir peninga í erlendum böngum. Já, það er mjög. Og það voru náttúrulega töluvert af íslenskum útgerðarmönnum sem voru í Bahamaskjölunum og fiskverkendur. Já, það var það og ég held að verið 2016 eða upp úr því sko þá skipaði fjármálaráðherra nefnd sem átti svona að gefa skýrslu þessi utanlandsviðskipti og hún gerði það og þar kom fram að hún legði ekki meina upplýsingar frá borðið, hún taldi það vafalaust að það gildi það sama sjávarútveginn eins og aðra atvinnustarfsemi, annan útflutning og innflutning að það væri hluti af verðmætunum sem að skiluðu sér ekki heim. Nei. En það þarf að gera ákveðna lagabreytingar svo að sé hægt að fylgja þessu betur eftir. Já, það er þeirra er þörf. Að mínum að það. Ef menn vilja í alvörunni fá þetta
eins og þetta á að vera. Já. Gefur það ekki auga leið? Já, mitt mat það að þarna þurfi að koma til mjög róttækar lagabrettingar og svona heildstæð sín á þetta, því að þetta ekki bara sjávarútvegurinn. Nei, þetta á við annað líka. Annað líka og þetta að vera svona almenna reglur sem að gildi. Já. En auðvitað, þetta manni fyrst í hug bara gróf spilling í okkar kerfi þegar við horfum á þetta svona, eins og þetta er. Já, Er það ekki Þetta rétt orðið? þetta fer eftir hvernig menn skilgreina spillingu. Ég kannski með svona þrengri skilgreiningu í huga sem eða almennt við með að þetta séu samantekin ráð. Nei. En hvað á maður að halda? Já. Það eru náttúrulega mikil tenging á milli atvinnulífs og pólitíkusar í gegnum tíðina á Íslandi og allt og mikil í rauninni. Já, en ég gegn ekki svo langt að segja að þessi hlutir eins og að færa hagnað úr landi og hvort sem það verðum að tala í stóriðinni eða í fiskvöðunum, að það sé gert vegna einhvers konar fjárhagslegra hagsmuna stjórnmálamanna, það held ég sé ekki. Hins vegar reynsla fyrir því og verið svona umfjöllunarnir hjá fræðimönnum að stjórnmálamenn hafa sýnt sig að vera mjög lítil þægir þegar að þeir afhenda hvað má segja fjáraflamönnum aðstöðu eins og einokun eins og Við sjá hvað einókunin mikil í sjávarútvegi þegar það eru 20 fyrirtæki á Íslandi sem hafa ráðstöfuna réttin yfir veiðiheimildum. Er það ekki ákveðin spilling? Jú, það sem ég að segja, ég held að svo spilling sé ekki spillingið þeim skilningi að einhverju pólitíkus hafi fengið brúnt umslag í vasan fyrir Nei, kannski ekki svoleiðis. En auðvitað þetta ástand sem ekki... Þetta óvíðunandi fyrir ungt fólk sem vil koma inn á markaðinn og hasla sér völl og þetta ekki eðlileg samkeppni. Nei, þetta náttúrulega brot á svona, hvað maður segja, jafnræði og bara réttlæti. Já. Þegar ungir menn sem vilja hasla sér völl eiga enga möguleika. Já, það 1 tonn af þorski, ef þú ætlar að kaupa veiðileyfi á það þá, og kaupa varanlegt tonn, þá kostar það 7,5 milljón. Já. Og þú getur selt á hæsta verði á fiskmarkaðnum fyrir kannski 500-600 krónur á ári. Og bara til að ná í 7,5 milljón þá þarftu að veiða það í 10 ár. Fyrir utan vexti. Já. Og svo lengra. Þetta glórulaust sem fólki boðið upp á. Staðan fyrir að reyna að breyta þessu eitthvað. Já, þetta náttúrulega kerfi sem að hefur þróast kannski án þess að menn hefðu gert sér grein fyrir hvert stemdi. Jú. Og það En frjálsa framsalið á sínum tíma, 1991, leiddi þetta af sér. Þetta brask með veiðiheimildir. Já, en það kannski eða mínu skoðun svo að einhvers konar framsal á veiðiheimildunum hafi verið nauðsynlegt og óhjákvæmilegt að menn ætlaði að byggja hér upp altså hagkvæman fiskveiðar. Ef við hugsum þetta út frá því að hafa þetta með þessum hætti, akkurju við höfum ekki náð neinum árangur í 40 ár við að byggja fiskistofnana, þó að það sé kjörorð í 1. grein laga fiskveiðstjórnun. Við erum á öllum tegundum að veiða minna í dag heldur við gerðum fyrir 40 árum. Við erum búin að fá það staðfest að þetta sem að Hafrannsóknastofnun hefur verið að reyna að gera
með þessari takmörkuðu veiði virkar ekki. Já, ég veit get að ekki að tjáða það, ég er ekki sérfræðingur Nei, en þetta er bara, eru staðreyndir bara sem að við búum við og þess vegna hefði maður haldið að þess vegna ætti bara að bjóða upp veiði daga fyrir skipin og láta menn keppum það. Nú til dæmis Landssambands smábátaeigenda búið að gera tilboð að fá að veiða 30.000 tonna þorski og borga fyrir þó 4 milljarða. Það er helmingi hærra kílóverð heldur en LIU klíkan eða SFS klíkan var að væla sem mest yfir veiðigjöldunum sem verða einhverja rúmar 60 krónur á þorsk eftir áramót eða þeirra tekur gildi. Þannig að það er hægt að auka tekjur þjóðarinnar. Já, sko, það sem ég var að segja, sko, að ég held að einhvers konar, hvað maður segja, framsali eða samþjöppun á fiskveiðum hafi verið nauðsynleg á sínum tíma. En að ég held að hún hafi ekki þurft að vera með þessum hætti og sérstaklega menn lítu alveg framhjá hvaða verðmæti raun og voru var verið að afhenda með þessu og það sé í raun og voru, hvað maður segja, endurgjaldslausa framsali sem sé eiginlega vandamáli sem að 100 tonna þorski eru 75 milljarðar. Já, þetta er dýrmætt vara. Heldur betur, þó svo maður sjá ekki hvernig fjárfestingin í þessu eina atriði geti gengið upp á venjulegum líftíma. En það er nú annað mál. En það sem að við erum hér að ræða náttúrulega er þessi skattlagning og hvað þarf að gera og hvernig er hægt að gera þetta. Þú ert búin að benda hérna á nokkur atriði og meiri segja ESB er þáttakandi í því að setja reglur hvað menn mega hækka vörur á milli þeir eru að selja dótturfyrirtæki sínum. Já, sko, þeir eru, sko, skattlagningi sjálf sér er ekki á forræði ESB. Þannig að þeir eru, þetta eru raun og veru einhvers konar tilmæli til aðildarríkjanna að setja svona reglur. Já, og þetta er það að ef þú selur á 1000 krónu kílóið, þá mega þeir bæta við 150 krónum dótturfyrirtækið erlendis, er það ekki? Já, sko, það þarf að sýna fram á, sko, í þessum tilvikum að verðið sem er verðið sem er á milli skyldra aðila, að það sé lægra heldur en eðlilegt markaðsverð, heldur en sem sagt viðskipti óháðra aðila. Og það er kannski vandamáli sem að telst í því að finna það verð og að það sé viðurkennt af dómstólum því að mörg þessi mál þau fara í dómskerfið og þannig að dómstólarnir eru svona síðasti. Já, sem dæmum það hvort að þetta sé eðlilegt. Já, þannig að þetta þarf að vera mjög skothelt. Skothelt kerfi. Já. En svo eru náttúrulega fleiri þættir sem að snúa að skattamálum í þessu. Og eignarhaldið, það er náttúrulega verið búið að skipa nefnd núna, eða réttar að sagt starfshóp til að kanna eignarhald íslenskra útgerðarfyrirtæki og hvernig þeir tengjast innan greinarinnar og svo í óskyldum rekstri á fyrirtækjum annar staðar í þjóðfélaginu. Menn eru í útgerðin, þeir eiga í miðbæ í Selfoss og eru að hugsa að byggja miðbæ í Hornafirði og þetta er ekki peningar frá útgerðarfyrirtækjunum heldur arður sem að
þeir hafa eignast þessir aðilar úr útgerðarfyrirtækjum sem þeir eru að nota til og það eru auðvitað ágætt á meðan að það er innanlands arðurinn, notaður innanlands. Já og þó sko kannski tengist ekki því en það sem að meinsemdin í raun og veru þessi hvað maður segja ofurhagnaður útgerðarnar vegna þess að hann þýðir það að stærri og stærri hluti af tekjum landsmanna renna til færri og færri aðila. Já. Og þar sem að sjávarútvegurinn takmarkaður, þá ekki grundvöllur til þess að fjárfesta þetta fé innan greinarinnar. Nei. Og þá þetta fjárfest í annarri starfsemi, við sjáum útgerðarnir eru eigendur á tryggingafélögum og bönkum og fasteignafélögum og svo framvegis. Og þá kemur akkurat þetta vandamál sem myndust áðan að tekjur sjávarútvegsfélagana eða eignarhaldsfélaga þeirra af þessum öðrum rekstri að þær eru skattfrjálsar hjá þeim. Hvort sem þeir fá arð eða eiga hlutafé og selja hlutafinn og fá söluhagnað þá það skattfrjálsar. Þannig að þetta tengist og skekkir alla mynd í þjóðfélaginu, það ekki þannig? Já, það leiðir bara til þess að þeir sem að sitja við hvað maður segja, auðspretturnar hagkvæmustu hvað maður segja, starfsemina eins og sjávarútveginn að þeir bara fá meira og meiri stærri hlut stærri skerfi í sinn hlut en aðrir og þetta verður sívaxandi þannig að þetta eykur miðskiptinguna í landinu eigna og tekjuskiptinguna í landinu og það ekkert síður áhyggjumál heldur en hvað má segja hinn efnislega hlið. Nei, en svo náttúrulega ýmsir þættir sem að við komum kannski ekkert inn á hérna í okkar spjalli en það eru bara umhverfisþættirnir í veiðafærum og annað þess áttar en það önnur annað mál eins og maður segir en þetta þarf raunverulega að brjóta þetta kerfi upp þannig að markaðslögmálin verði virkjuð fyrir þjóðfélagsþegnana að ungir duglegir menn, tvítugir strákar eigi möguleika á að fara til sjós og vera duglegir og bjarga sér. Og eigi einhverja möguleika, þurfi ekki að verða leigur þrælar hjá stórútgerðinni. Stórútgerðin í dag búin að vera að leigja frá sér veiðiheimildir sem þeir fá á 0 krónu hingað til. Núna borgaður einhverja 60 krónur fyrir þorsttonn en leigja frá sér á 500 krónur. Ef þeir vilja leigja það. Já, þetta atriði sem og láta svo þann sem leigir borga 60 krónu veiðigjaldi sem þeir þurfa að borga. Að verðið komið í 500 krónur pluss veiðigjöldin. Já, þetta leiguframsal eða leiga á útöldum kvóta svona dálítið sérstakt fyrirbæri. Já, þetta bara algjörlega sérstakt í íslensku samfélagi og þeir skuli hafa þessa stöðu og geta fénýtt þetta með þessum hætti og skekkja náttúrulega alla mynd af heilbrigðri samkeppni þegar að þeim rétt þetta upp í hendurnar. Þetta bara eins og að fara að taka þátt í kapplaupi og fá að fara kílómetru undan á stað. En við erum að spjalla þessi mál en ertu með einhverja svona fleiri tillögur sem þú teldir að ríkisstjórnin á hverjum tíma þyrfti að gera? Nei, ekki tilbúna tillögur, það ekki kannski mitt
Nei, en svona hugmyndir sem þú teldir að væri hægt að Já, þetta nota. eru allt saman svona, hvað maður að segja, gamalþekktar hugmyndir sko. Já. En það sem að vantar fyrst og fremst eins og segi, pólitískan vilja til þess að gera breytingar og að móta einhverja svona heildstæða stefnu í þessum málum varðandi skattlagningu og jöfnuði skattlagningu á atvinnurekstur og einstaklinga og finna síðan þær leiðir sem hægt til þess að framkvæma það. Það er ekki það eins og segja, það er engin töfralausn í þessu, engin einföld. Nei, þetta er fyrst og fremst spurningum að vinna markvast að því að bæta kerfið og gera það í, hvað má segja, bæði skilvirkara og réttaldara. Já. Það snýst út aldrei það að reyna að búa til sanngjarnar aðstæður og ekki að skattleggja þá sem síst þolaða, en við erum kannski að lífa þeim sem gætu þolaða. Já, og stundum kannski erum við að gera það óvitandi vegna þess að við bæði og opnum ekki augun fyrir sem og sjáum ekki hvar meini liggur í runni. En bersýnilega þarf að taka á þessum málum svo að sanngirni lítið dagsins ljós. Já, það er. Og þú gerir það kannski ekki nema í einhverjum áföngum og jafnvel í rólega heitum, en það verður samt að stefna að því að gera það. Þetta er, eins og maður segja, þetta er langklöp en ekki. Já, þetta er langklöp. Já. En nauðsynlegt að reyna að leggja eitthvað að mörkum til að gera þetta sanngjarnara og réttlátara. En voru þið að fást við þessi mál erlendis eitthvað þegar þú varst ríkisskattstjóri? Já, þessi mál voru þá sko sífellt á dagskrá og þá vorum við og ég persónulega í svona tók þátt í starfi á OECD sem að hvað má segja glímdi við þessi vandamál, tekjutilfærslu milli landa og skattaparadísar og svo framvegis og það hefur nást svona einhver árangur á þeim vettvangi en það vantar fyrst og fremst líka breytingar á innanlandslöggjöfin í hverju ríki fyrir sig. Við erum ekki eina ríki sem er með ófullkomin lagakerfi í þessum efnum og sum af ríkjum Evrópusambandis eru með svona ívilnandi sérreglu sem En þegar við kannski berum okkur eins og við gerum nú æði oft saman við Noreg, þeir eru að skattleggja gróða bara olíunni upp á 80%. Þeir hafa gengið mjög 75-80% eru þeir að skattleggja. Já. Útgerðin er að væla hérna yfir þessum hækkun og veiðigjöldum og þá eru það einhver 30%, 33% eða eitthvað svoleiðis sem að þeir eru að tölur sem þeir eru að búa til sjálfir, ekki kannski rauntölur. Já, það er. Það er dálítið munur. Það er mikill munur þar á en það hafa Norðmenn rekið svona mjög ákveðna stefnu í þessum málum sko núna áratugum saman og í þessu alþjóðlega samstarfi að þá voru þeir mjög framalega í flokki eða sem að vildu samræma og breyta þessu almennt. Já. Nú við erum bara að horfa líka á Færeyjar, þeir eru að gera hlutin á miklu sniðugri hátt heldur en við. Á mörgum sviðum og flestur sviðum. Og við getum lært helling af þeim á margan hátt. En við erum virðumstum ekki hafa stjórnmálafólk sem vill gera þetta.
Þetta þarf að eiga upptöksin hjá stjórnmálmönnum því að það ekkert gert án þeirra. Nei. Og þeir þurfa að setja ramman og óska eftir aðstofi það að uppfylla ramman. Hvernig hlutirnir þurfa að vera gerðir svo það skili sér til þjóðarinnar. Og okkur vantar allstaðar peninga. Ríkissjóður allstaðar með eiginlega allt niður sig. Okkur vantar í heilbrigðiskerfið, menntakerfið, samgöngur, löggæslu og bara nánast sama hvar Já, og allar svona tekjur. Sumir sleppa mjög vel við skattlagningu, aðrir ekki. Það nú bara í rauninni staðan sem þú býrð við. Já, því miður í dag. Það svo. En eitthvað sem þú vilt segja svona í restina á þessu spjalli? Nei, ég held að það sé svona komið fram það sem að ég hef fram að bera á þessu vettvangi og þó takmarka sé að það Já, þetta nú töluverð sem þú ert að leggja til. Þetta og náttúrulega kannski margir hafa nú verið að tala þetta í gegnum tíðina. Við erum að fjársvelta ríkissaksóknara, ríkisskattstjóra, samkeppnisstofnun og aðra. Þetta allt neytendasamtökin leggjum við ekki krónu í og þú veist þar sem væri hægt að bæta ýmislegt til að hjálpa almenningi í landinu að fá betri réttarstöðu. En við erum ekki, við sleppum því. Meiri sé að fjársveltu við ríkissaksóknara. Nei, það engin ef á því að bæði dómskerfið og eftirlitskerfið á þessum sviðum afskaplega mikilvægt og að það virki eins og til að rætlast og skapi þær forsendur sem að við viljum sjá. Til þess að hafa heilbrigt andrúmsloft í þjóðfélagin og menn svona og konur átti sig á því að það verið að hugsa hag almennings ekki sérhagsmuna. Og þessi ríkisstjórn hefur nú verið að gefa það út að þeir séu að verja hagsmuni heildarinnar en ekki sérhagsmunu hópana. Og þá hefði maður kannski haldið að það væri tilbúið að leggja eitthvað að mörkum meðal annars í lagfæringar á skattkerfinu. Já, eigum ekki að vona að það komi því að það nú þetta nú stuttliðið á Já. Þetta nú bara fyrstu skrefin hjá þeim og fyrstu fjárlögin sem að koma fram núna. En þetta þau eiga vissulega mikla möguleika á að gera hlutina með réttum hætti. Við skulum vona það. Hafa tækifæri til þess. En Indriði, ég vil bara þakka þér fyrir komuna hérna í spjall við mig. Og þetta svona öðruvísi þegar við erum að tala skattamál en ekki bara fiskveiðar og annað í þeim dúr. En hérna, ég þakka þér bara kærlega fyrir. Ég þakka ánægjan. Já, og ég þakka útsendingastjóranum fyrir að senda þennan þátt út. Laufey Ólafsdóttur. Takk fyrir mig.